Já, velkomin á Europass.is. Hér á eftir munum við fara í stuttumáli yfir hvernig þú fyllir út Europass ferilskrá. Síðan ykkar mun vantilega birtast svona, en ég ætla að vera að gera þetta retro og gera þetta á gamla veginn. Fyrst ætlum við að velja tungumálið. Í þessu tilfelli er það íslenska þar sem ég ætla að sækja starf á Íslandi. Og þá er það skref nummer 1 sem eru persónulegar upplýsingar. Þar byrjum við að velja fæðingardag og ár og það snið sem þú vilt að það birtist í á ferilskráni. Síðan fyllið út eftirnafn og nafn og það er alltaf klassist að hafa Jón Jónsson, þannig ég ætla bara að hafa það og endilega munið að fylla út í alla reytina. Nú förum við hérna niður og veljum kyn, karl, svo veljið mynd, hérna er ég eða Jón, nei, mér finnst ég betri, hann ég vel ég, ok. Og þá er það skref nummer 2, starf sem óskar er eftir eða starfsvið og við lítum hérna pílina og séum skráðu hér hvaða starf þú leitar að og hvaða sviði þú vilt starfa. Og mér langar rosalega til þess að pröfum áfram í auglýsingagerð. Ok, þá fyrir við skref nummer 3. Svo fyllum við út svona starfsreynslu, árseturinn, hvenær þú byrjaðir í starfinu, hvaða dag, hvaða mánuð og ár og náttúrulega í hvaða sniðu vilt það birtast að ferilskráninni. Hvenær þú hættir, hvaða dag og mánuð og ár og svo framvegis. Og svo náttúrulega hvað þið voru að vinna við, úlingavinnan, klassík. Það sem við vorum að sjá garðvirkju og hreinlega, þið þekkið þetta. Förum við aðeins neðar á síðuna og helst að fylla út svona allt þarna á milli, svona hvað þið voru að vinna við og póstnúmer og land. Og svo muna mista, og ef þið viljið breyta þessu, smellið á til að breyta, en munið ef þið breytið einhverju, alltaf að íta á vista. Það er mjög mikilvægt. Svo fyrir við skref nummer 4. Menntun og þjálfun. Þar fyllur einu svona hvaða menntun þú ert með og hvaða gráð þú ert með í þeirri menntun. Og til dæmis, ef þú ert búin að ljúka grunnskólaprófi, þá er gráðan þín grunnskólapróf. Ef þú ert búin með stúdent, þá ertu náttúrulega með stúdentspróf, það segir sér sjálft. Ef þið eru að velta fyrir ykkur þetta stig í alþjóðlegu matskerfi, þá hvet ég ykkur endilega til þess að nota spurningamerkið. Og svo vista, mjög mikilvægt, vista, alltaf vista. Og svo fer þetta hérna. Skref nummer 5, tungumál. Þá fyllir náttúrulega út móðumál ykkar, íslenska í þessu tilfelli. Og svo setur við svona hvaða önnur tungumál þú hefur og hvaða kunnáttu þú hefur í því. Svona enska sem dæmi. Og ég myndi sjálfur segja að ég væri mjög færi notandi, alveg pottet C2+. Þú veist, I speak very good English, you know? Nei, ok. Ef þið einhvern tímann í vafa í hvaða flokki þið eru, þá er mjög gott að nota spurningamerki. Ef þið smellið á það, þá sjáu þið hvaða flokkar er í boði í tungumálum. Förum hérna aðeins neðar. Þá klárið þið náttúrulega að fylla út allt saman, ítið á vista og þá fer það tungumál inn í lista yfir þau tungumál sem þú kannt. Skref nummer 6. Persónuleg færni og hæfni. Þar skrifum við inn svona helstu færni sem við höfum í félagslegum málum, skipulagsmálum, tæknilegum, tölvufærni og svo framvegis. Til dæmis, félagslega færni er ég mjög félagslega hæfur og ef þið viljið skrifa rosalega mikið í einhverjum dálki þá ítið á kassan hérna til hægri og þá kemur upp svona stórgluggi. Og svo fyllið þið allt hitt svona fallega út. Og ef þið eru með einhverju ökuréttindi þá hakið þið í þann reit. Skref nummer 7, viðbótarupplýsingar. Hérna setið þið svona inn allar helstu upplýsingar sem við viljið koma fram sem voru ekki í hinum flokkunum. Til dæmis, þá var ég nú kosin ræðumaður 10. bekkjar árið 2009. Ekki ég ætla að fara neitt að monta mig að það var einmitt ástæðin fyrir ég að lesa upp fyrir ykkur hérna. Bara svona, svo þið vitið. Svo fyrir við skref nummer 8. Þar eigið að vista ferilskrána í því formati sem þið viljið helst. Ég mæli eindregið með PDF því þá er hægt að breyta ferilskráninni seinna á síðunni. Og munið að sækja skrá. Þú veldur save og vistaðu svo skjalið á góðum stað. Og ef þið eru lendið einhvern tímann í vandræðum á síðunni, þá er alltaf gott að leita í hjálpina. Til þess síðan að breyta gamalli ferilskrá, þá ferðu hérna í skrá og svo veluru gömlu ferilskráneðina. Þetta og margt fleira getur þú gert á Europass.is.